Ég var í kvöldverðarboði hjá Karli föður mínum í gær, tilefni þess að móðir minn heitin hefði orðið 95 ára. Þar hitti ég systkini mín og fjölskylduna. Og það eina umræðefni fyrstu 20 mínúturnar óvægt að panta með Play. Ja, það að því að það mikill ferðahugur í þinni fjölskyldu, Jón. Það ferðahugur. Að því að fólk hefur aldrei haft það jafn gott. Það vilja allir. Þú ert ekki fyrrbúin að sleppa setninguna, maður gengur í gildruna. Beint í gildruna. Það erfitt að koma fólki saman vinahópum og svona vegna þess að það alltaf allir í útlöndu. Já, eitthvað hluti. En þarna var umræðefni þetta og það voru nú allir sammála það og það væri skarð fyrir skildi ef að Play myndi fattast flugið. Þarna var nú Skúlason einn af eigundum Play, hann var nú að bæta í þetta en eigum við ekki bara að segja það að þeir hafa sagt sem svo. Við erum að hagræða, við erum að skoða leiðakerfi, þeir einhvern veginn að reyna að bæta sig. Ég spái því samt sem áður að Play sé að fara og sigla inn í svona, bara þetta ár verður annarkvort eða. Ég hef það sé svoleiðis. Já, ég held að sé hægt að taka undir það og við erum búin að, eins og við höfum farið yfir, þeir byggðu upp viðskiptaplani með röngum hætti. Það var of skarpt. Já, og fóru í þetta Ameríkuflug og þetta var bara rangt. Og síðan brugðist kannski of seint við þegar Einar Ólafsson kemur inn að hefði kannski átt að bregðast fyrir. Það auðvelt það fyrir okkur að tala hér. Já, og það líka auðvelt að vera oft vitur eftir. Já, við erum sérfræðingar í því. Já, og Íslendingar voru líka sérfræðingar í því vegna þess að það sáu allir. Já, játtur við okkur tvo. Það sá allir hrunið, manstu, fyrir eftir á, eins og Þórainn Eldjárnsson. Já, ég var nú reyndar einn þeirra sem var alltaf að vara við, Jón. Já, ekki gat verið. Við vorum nú báðir á kafi í viðskiptablaðamennsku á þeim tíma, Jón. En allavega þá hefur, skal ég segja, Play hefur, er það eitt af þeim sem félögur sem hefur lækkað mikið í Kauphöllinni í febrúar 30%. Það er náttúrulega ekki mikil viðskipti. Og sín líka. Það er ekki mikil viðskipti að baki. Nei, hjá Play, en það er, en svona trendið augljóst, en eitt kannski að því að við viljum gæta að horfa á stórmyndina, ef eitthvað kæmur upp á hjá Play, hvað áhrif hefur það á ferðaþjónustun í landinu vegna þess að þessi félög, íslensku félög, eru mjög duglega að markasetja Ísland ellendis. Að hluta til það Hvað fljúga margir með Play hingað? Mér tjáða til dæmis að það verði ekki neitt skellir í líkingu við það sem gerist þegar WOW hér frá vegna þess að á meðan kannski 35% farþega kom til landsins á vegum WOW. Það var orðið svo mikið. Já, WOW var gríðarlega duglegt við að markasetja Ísland og sett upp nýja leggi út allt og flutti inn fólk og Play hefur svo sem gerði. Mér skilst að þetta hlutfall sé innan við 10% hjá Play. Þannig að ferðaþjónustan í landinu getur alveg sofið. En kannski við sem eigum miða hjá Play erum svona, vonum bara það besta. Við vonum það besta og flugið það líka má segja það að Icelandair hefur lækkað aðeins í febrúar.